Árið 2007 komu fram hugmyndir olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum. Ári síðar virtist verkefnið langt komið og búið var að velja stöðinni stað í Hvestudal, rétt vestan við Bíldudal. Svo hrundi íslenskt efnahagslíf og ekkert hefur spurst til hennar síðan. Þóra Arnórsdóttir og Benedikt Ketilsson litu í heimsókn til bændanna í Hvestu og forvitnuðust afdrif olíuhreinsistöðvarinnar og hvaða áhrif þetta hefur haft á þá. Það voru strax deildar meiningar ágæti þess að reisa olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum. Andstæðingar hennar höfðu helst áhyggjur af mengun, útblæstri, hættu á mengunarslysum við siglingar olíuskipa inn í Arnarfjörð og svo sjónmengun. Það var fyrirtækið Íslenskur hátækniiðnaður sem var fulltrúi þeirra sem vildu byggja, en það var aldrei gefið upp hverjir ætluðu að fjármagna verkefnið, en talið að það væru rússneskir fjárfestar. Og þeir þurftu að vera fjáðir, því kostnaðaráætlun hljóðuðu upp á litla 300 milljarða króna. Það var hér í mynni Hvestudals sem olíustöðin átti að rísa. Af henni hefur að vísu ekkert frést frá árinu 2008, en ábúendurnir í fremri Hvestu eru þolinmótt fólk. Hún ekki bara í biðstöðu? Menn skriðu niður í holurnar eins og rottur í þessu hruni. Ef ekki að vonast ef við fara að koma upp úr holunum aftur. Þannig að þú ert ekkert búin að sláða út af borðinu? Nei, ég vona ekki samfélagsins vegna, sko. Mín vegna var ég ágætt þetta hyrfi. Kæmi aldrei hér. Þá bara held ég áfram með minni braut, sko. En þetta orðið voðalega dapurt hérna innviðirnir í Vesturbyggð og á sunnanverðum Vestfjörðum. Og ef þetta kæmi, þá kemur samgöngur, fólkið og þá þið gaman að búa hér. Voru þið alveg sátt við þetta? Ég get ekki sagt að ég hef verið hrifin af þessu. En þetta var náttúrulega dálítið pressa, mjög erfitt ástand, atvinnu og mikill fólksflótti. Og maður var undir dálítið pressu. Við náttúrulega vildum bara helst hafa þetta eins og þetta hefur verið. Ég held að það séu afar fáir af heimafólki sem voru eitthvað á móti þessu. Það eru aðalega 101 búin. Flestir sem að búa hér, bæði Patreksfjörður og Bíldal, töluðu mikið, voru hrifnir af þessu, voru spenntir fyrir þessu, fá vinnu og fleiri möguleika og kannski meiri þjónustu og svoleiðis. Og svo aftur á móti brottflutnir á staðnum og svo sumarbústaðendur voru mjög á móti þessu. Jón og Halla eru með fé og voru með kýr en þær eru farnar. Það renna 2 ár í Hvestudal og þar var byggð lítil rafstöð til heimilisnota í lok 4. áratugarins sem enn er notuð, en 2005 réðust þau hjónin í byggingu virkjunar sem getur framleitt allt að 1400 kWh. Jú, ég fór og virkjaði hérna og það er eins og það er, sko. Og við vorum með hérna kúabú. Það er vont að vera með kúabú svona langt í burtu í lélugum vegasamgöngum. En rafmagnið lekur bara hérna eftir kapli og spyr ekki eftir veg eða samgöngur, sko. Þegar hugmyndirnar olíuhreinsunarstöðina komu fram, voru þau beðin að bíða með frekari framkvæmdir. Ætluðum að fara hér í svona skógrækt, nýta hérna land sem við nýtum ekki lengur, sem við hættum að kýtna. Og vorum beðin að fresta því, vorum búin að gera það og undirbúa. Og svo vorum við búin að kaupa hlutabúnaði í aðra rafstöð sem við ætlum að nýta betur vatnið. Það býður bara núna. Nú á leiðinni hingað þá vorum við minnt á það að það er einhver logið á vestfirska vegi. Af hverju kjósið að vera hérna? Er eitthvað verra að vera hér en annars staðar? Já, það fyrir betur með bílana. Jú. Nei, þetta, maður er uppalinn við þetta. Það er sérlega það sem að leyfir mann að vera hér. Já, það er spurning. Ég er stundum að spyrja með þessu núna. Af hverju viljum við vera hér? Það er eins og samgöngunin eins og þær eru. Engin þjónusta, verslun yfir 2 heiðar til að ná í nauðsynjar. Þá er ég ekki að tala sérverslanir. Þetta er bara, ég veit ekki, maður bara eitthvað fastir. Þetta er náttúrulega eins og sumrin og svona er hérna yndislegt að vera.
getur tekið barnabörnin til sín, haft öll sumarið og svo kannski bara vani. Ferðaþjónusta hefur vaxið á Vestfjörðum eins og annar staðar og umferðin út í Selárdal töluverði yfir sumarmánuðina. Og fyrsta skemmtiferðaskipið mun víst leggja að bryggju í Bíldudal í sumar. En það ekki nóg. Þetta jóst fyrir svona 3-4 árum, gríðarlega. Svo fannst mér eins og í sumar að fólkinu sé að ofbjóða vega samgöngur hér. Og það ég sá að á þessu ári á að hefla þennan veg bara einu sinni. Þannig að það þarf að velja einhvern góðan dag til þess að eyða því fjármagni öllu sem á að fara í þennan veg. Daginn áður en skemmtiferðaskipið kemur? Já, eða daginn eftir þegar það er búið að eyðileggja veginn með umferðinni. Það ekki gott? Það mjög mikið að fólki hér á sandinum á sumrin. Börnin að leika sér og svo það að leika sér á fjórhjólum og mótorhjólum og það mjög mikið notað á sandurinn. Og gaman að því. En það skilur kannski ekki krónum í kassan fyrir ykkur? Nei, þetta bara gaman. Ég held að það sé alveg tvímælalaust að þarf eitthvað stórt til að koma hérna í samfélagið. Þá ferðamanna iðnaðurinn, tálgaspítur, segja sögur og ljúga skrýmsla og aðra slíka hluti. Mjög gott. En það vantar grunninn. Og ein kalkþörungaverksmiðja, hún dugar ekki til? Nei, það ekki nóg. Þetta bæði Bíldudalur, Patreksfjörður og Tálknafjörður. Og þetta bara að drabbast niður eins og ástandið í dag, sko. Það engin bilbugur á ykkur? Nei. Ef ég lætast undir olíuhreinsunarstöð þá lítur einhver að leigja með pláss til að byrja aftur einhvers staðar að leika mér. Myndirðu bara finna þér aðra jörð? Já, ég myndi helst vilja finna jörð með virkjunarkosti. Byrja aftur á byrjuninni.